Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Í nóvember 2014 var opnuð FabLab-smiðja í verknámshúsi Verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað. FabLab er stytting fyrir Fabrication Laboratory sem er yfirleitt stafræn smiðja á íslensku og sem þýðir í rauninni að við bara teiknum og hönnum allt í tölvu og látum vélar framleiða fyrir okkur. Og til þess að vera FabLab þá þarftu að hafa 5 grunntæki, þú máttu auðvitað meira, en þú þarft að hafa stóran fræsara eins og er hérna fyrir okkur. Þú þarft að hafa lítinn fínfræsara, þú þarft að hafa laserskera, vínilskera og þrívíddarprentara. Og kannski það sem vegur ennþá þyngra en tækin sem þú þarft að hafa, það er að FabLab þarf að vera opið almenningi. Semst við getum verið með þessa stofu með öllum búnaði, alltaf rosa flott hjá okkur. Ef við höfum ekki opnunartíma fyrir almenning þá bara erum við ekki FabLab. 500 FabLab-smiðjur eru starfandi í heiminum og þar af 7 hér á landi. Og þetta byggir allt á samstarfsneti. Íslensku smiðjurnar við störfum saman í neti sem heitir bara FabLab Ísland. Það er alltaf að byggjast upp sterkara og sterkara samstarfsnet innan Norðurlandana, sem skandinavískar smiðjur, og svo er þetta bara á heimsvísu. Og ég veit ekki hvort það er tekið eftir það er stór sjónvarpsskjár inni, þar sem við náum að kíkja inn í FabLab-smiðjur út allan heim og vera í sambandi. Og við fáum til dæmis, við höfum fengið heimsókn frá Ástralíu úr FabLab-smiðju og það er svona svolítið mikið flandur á milli. Það í rauninni er samfélag fólks sem vill deila þekkingu. Eitt vinsælasta tæki í stofunni er vínilskerinn, en í honum er hægt að skera út hinar ýmsu myndir. En það sem þær eru allavega að brasa við núna er að hún Nanna teiknaði þessa fínu uglu sem sjáum við hérna á skjánum. Þetta er semst handteikningin hennar, hún er mikill teiknari. Og hún flutti hana inn í tölvu, skannaði teikningunum sína, fer svo með henni yfir í vektorforrit og breytir sig yfir í vektorteikningu sem hefur þá eiginleika að þú getur hvort sem er minnkað niður í eiginleikin eitt eða stækkað endalaust og tapar aldrei gæðum. Vist er þetta svo sem PDF sem er í rauninni enda skrefið og sker hana út í vínilskerunum. Þannig að hún er semst teiknaði svona uglu og nú er hún að gera sér svona stóran limmið úr uglunni. Já. Ef hún vill þá getur hún haldið áfram, fara næst með ugluna yfir í fræsaran og fræst hann út. Hún getur laserskorið ugluna. Í rauninni bara leikið sér með hann á allan hátt. Þannig að til dæmis fyrir teiknandi fólk eru möguleikar óendanlega miklir. Hvaða græja er vinsælust hérna? Er einhver einn sem að bera af? Laserskerinn. Já. Klárlega. Já. Hann er laserskerinn er langmest notaður og svo vínilskerinn. Þrívíddarprentarinn vekur athygli, klárlega, en það er svolítið misjafnt eftir, já eins og ég segi, strákar eru hrifnari af þrívíddarprentarinn til dæmis. Það er mikill kynmunur því og stelpur vínilskera. Tækin eru öll útbúin þannig og sett upp þannig að það sé sem einfaldast að læra að nota þau. Stærsta tæki þarna inni er svokallað 3 ása CNC fræsari. Er þetta mikið notað? Þetta er dálítið notað, kannski ekki alveg nógu mikið ennþá. Það er svona, fólk er sennilega hræddara við þetta tæki heldur en mörg tækin frammi. Þetta er svona kannski ekki eins aðgengilegt og kannski aðeins hættulegra að vinna á heldur en. Tekur þetta lengri tíma? Þetta tekur smá tíma að bara læra að umgangast tæki, hvað það mátt og hvað það mátt ekki. Getur bara hver sem er í stjórna þessu? Já. Í tækinu hefur til að mynda verið smíðaður stóll, ásamt því að gerðar hafi verið prufufræsingar á gítarboddi og gítarhálsi og merki vinnustofunar var gert hér í fræsaranum. FabLab-merkið, það var það sem við byrjuðum á þegar við fórum í smá nám til Vestmannaeyja. Þar gerðum við fyrsta merkið og svo gerðum við annað hér þegar við komum með þetta hingað heim. Þið hafði bara sótt ykkur nám út fyrir landsteinum? Já, við fengum að fara í frí erlendis til að læra þetta. Þú bara tekur eitthvað hlut sem þú ætlar að smíða. Þú þarft alveg að pæla það frá upphafi. Hvernig get ég keyrt þetta út? Hvað á ég að nota? Hvernig bit á ég að nota? Hvaða efni? Þetta er svolítið, þú þarft aðeins að leggjast yfir þetta. Já, þetta er ekki bara myndin og ít á play, sko. Þetta er svona. Ég held að þetta væri það. Já, það er svona aðeins meiri í kringu það. Já. Þetta virkar náttúrulega svinnvirkarinn í skólum og mikið erindi við skóluna. En þetta er líka mjög mikilvægt bara gagnvart til dæmis frumkvöðlum. Þetta sé í rauninni staður sem fólk getur komið inn, farið í vöruþróun, prófa sig áfram. Þetta er nátengt allir nýsköpun og frumkvöðlafræði og við höfum haft þetta beinatengingu við aðila sem geta að hjálpa fólki sem komið viðskiptahugmynd, þróar hana hér, fer að gera viðskiptamódel. Þetta er rauninni massíf frumkvöðlafræði líka. En við höfum verið að miða við að setja almenn opnunartímann okkur utan dagvinnutíma. Þannig við til dæmis alltaf mópa á mánudögum frá svona 4-5
og laugardögum í nokkra klukkutíma svo fólk getur poppað inn. Þessa tækni er hægt að kenna alveg niður á yngsta stigi grunnskóla og hefur fólk á öllum aldri nýtt sér FabLab-smiðjuna. Og það er gjarnan fyrsta skrefið hjá fullorðnum er að taka fara námskeið og það eru þetta bara þannig að krakkarnir eru bara fljótari að pikka upp tölvutæknina. Hvaða þýðingu hefur FabLab fyrir þig og bara jafnaldræðina og bara alla? Ekki bara tjáningafrelsi. Ég fæ að gera það sem ég vil, myndir af mér, ég get búið líf með það fyrir mig, ég get hannað eitthvað fyrir mig, spjald handa systkinum mínum, þá myndir af einhverjum sem þau hafa áhuga, þetta er bara að fara að gera það svo vilt, þú fær leiðbeiningar. Þetta er persónulegt? Já, þetta er persónulegt, þetta er tjáningafrelsi, þetta er þægilegt, þetta er alltaf gott andrúmsloft hérna, þannig mann líður aldrei illa. FabLab-smiðjan var sett upp í verkmenntaskólanum að frumkvæði Elvars Jónssonar skólameistara sem fékk nýsköpunarmiðstöð á Austurbrú með sér í lið fyrstu 2 árin. Nú það fyrirtæki og skólinn sem fjármagna tækin og tólin. En sér Lilja fyrir sér að FabLab muni stækka hér í Neskaupstað? Já, ég sé að stækka. En forsendan fyrir því auðvitað að manna þetta og við höfum erum alltaf að reyna að grafa eftir fjármögnum. Við erum bara með 25% starfsmenn í smiðjunni slíkri í dag, þó við séum að kenna þetta meira, skólinn, og það er það sem við þurfum. Og FabLab hefur bara áhrif í rauninni út, við höfum áhrif í skólana í kringum okkur. Þetta er ekki bara spurningu hvað gerist hérna inni, heldur hvernig við smitum út, við kennum tæknina og færum hana inn í skólana, við þjálfum kennarana sem koma svo með nemendurna. Þannig já, ég sé það alveg hiklaust stækka. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.